Nýveitur þorski, hann pinnstýfur á því. Það fiskar það, það að veiða. Sögum svo yfir. Ég með svona auðvitað. Herri, ég með hægar, fiskur. Svona, hægar. Hvað góð við? Þetta er flott. Það ekki? Glæsilegur. Það vorum við á leið til Mývatn. Mjög skemmtilegu og fallegu staður. Eins og við sjáum að sólsetur er ekki slæmt á Íslandi á góðan tímum. Ekki langt í náttúruna. Jafnlega að slaka aðeins á. Það er alltaf flott á Mývatni. Ég held að þetta er ekki norðið. Bara heiminn langt í burtu. Fiska í nóni. Við erum vísum með fisk úr sjónum. Við ætlum að grilla alvöru íslenskan þorsk. Það verður ekki íslenskara en það. En fyrst er best að fá sér smá nesti. Gera sér kláran fyrir átökin. Að skoða fallega náttúru. Nei. Nei. Tyggja sprengjukökur. Það er gott. Ekki vera að skella sér smá í jarðböðin. Bændur eru alltaf að verða frumlegri og frumlegri. Við erum búin að breyta hérna til dæmis fjósi í kaffi. Það er svolítið að beint frá bílum. Ertu með þetta? Hvað? Það er jafnvel hægt að kíkja í fjósið og sjá hvernig kálarnir hafa hvort þeir eru kannski svangir. Það eru svangir. Átt þú heima hér? Þetta er ekki belja. Þá skulum við huga endamestu. Best að byrja tímalega á kólunum. Það tekur alltaf lengri tíma með heldur. Þá er kannski hægt að slaka á í fallegu umhverfi. Það sem við ætlum að grilla er þorsk með einfaldu meðlæti, nýjar íslenskar kartöflur, steiktar létt öðru megin. Svo látum við bara Svapri setur saltapipar, hann er góður í þjálfun. Sveppirnir eru orðnir stökkir og kartöflurnar eru mjúkar. Ekki aðeins meira salt. Kryddað með salt og pipar. Það er ekki síðustu. Svo er dauði andarungin. Það er að sjá. Sem að gera snúa við reglulega. En einfalt grænmeti lofið ykkur, svo það er bara rauðlaukur og tómatar. Bara komin heim. Kemur. Lotið þér. Það fara að ná í fiskinn. Fiskurinn er alltaf að vera sjóðandi eftir því. Það setur við vel á olíu og passa að það er eftir að springa. Út svolítið nálagt, sko. Svona? Já. Eitt svo bara komið næst vel. Þú ert ennþá í salt og pipar, ekki?
En núna er grænmetið að vera tilbúið. Þá þurfum við að fara að huga fisknum. Þorskur, þetta voru með á höfninni. Ræst með að elda fisk er að Af hverju vera með beitar hann ekkert í sjóðandi okkur? heita pönnu. Og þá losnar maður við að setja hann í hveiti eða sterkju til hann festist ekki við pönnuna. Ekki skemmir fyrir að vera með lóðfría pönnu. Steikið fiskinn mest öðru megin og við viljum hafa hann stökksteiktan þar. Og þegar 90% eldin er búið, þá snúum við Þessu undir. Þú ert alveg það æður. Svona. Vá. og leyfum honum að klára og færum svo upp á disk. Þetta ekki? Ekki skemmir fyrir að setja Gabriel duglegur að íslenskan krydda. ost ofan á. Hvað sem að það er hvítmyglu, blámyglu eða jafnvel bara góður íslenski brauðosturinn. En núna erum við búin að gera einfaldan og skemmtilegan, sumarlegan rétt úr íslensku eða hráefni. Íslensku þorskur og íslensk grænmeti. Verður ykkur að góðu. Pláss á borðinu. Fiskina. Hvað er það heitir? Býtu eiginlega. Er það eitthvað notaleg?